hjúkrunarheimili. Til ég mjög gott og brýnt tækifæri fyrir okkur að gera þetta núna, þar sem við þurfum að fara að taka ákvörðun húsnæði Hlévangs, hvort við að ráðast til lagfæringar á húsinu eða hvort við ætlum að selja það upp í kostnað á nýju hjúkrunarheimili. Ljóst að íbúar Hlévangs munu fara í nýja heimilið, en íbúar Hlévangs munu fara í nýja heimilið þegar það kemur vonandi sem fyrst. Í dag eru 20 aldraðir einstaklingar á biðlista eftir hjúkrunarheimilum og vonar á talsvert fleiri umsóknum mjög fljótlega sem liggja fyrir vistunarmatsnefnd. Þannig að við þurfum að halda okkur dyggilega við efnið og drífa þessa umsókn af stað og vonandi munu svo hin sveitarfélögin og Suðurnesjum styðja okkur í þessari uppbyggingu. Takk. Halldór Guðmundsson, gerðsvöld. Virðulegi forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Það kom fram með sama lið vegna þess að þetta hefur verið mjög hugleikið alveg frá því að við tókum við hjúkrunarheimilinu sem á Nesvöllum. Þá sagði ég á fyrsta fundi að við ættum að henda í umsókn strax af því að þetta tekur langan tíma. Og síðan hefur þetta verið svona velkjast á milli sveitarfélagana þetta sem eru á Suðurnesjum og Garðvangur verið að trufla eitthvað þá vinnu. DS var orðið bara svona fasteignafélag en átti að vera stefnumótun og nú búið að selja Garðvang og koma því frá. En við þurfum ekki og ég hef talað fyrir því að það er óþarf að bíða eftir því eins og skilaboðin hafa verið frá kannski ráðuneytinu þið þarna suður frá þurfa að koma ykkur saman sveitarfélagin hvað þið viljið gera. Ég vil vera á móti því, ekki að það sé á móti samstarfinu, heldur að við þurfum bara að leiða þetta. Við þurfum bara að stíga fram og þau máttu vera búin að því fyrir löngu síðan. Þannig að ég bara fagna því frumkvæði sem að mér skilst að, eða allavega eins og ég upplifa, það hafi bara komið frá bæjarstjóra í kjölfara á þessum fundi öldungaráðs með heilbrigðisráðherra. Og þá verði ég að hrósa líka öldungaráði fyrir að hafa haft frumkvæði að þessu. Að hafa kýlt á þennan fund, fengið heilbrigðisráðherra hingað, þannig að við gætum verið að brýna okkur fyrir okkar heilbrigðismál. Og það sem að hjúkrunarheimilin er bara einn liður að þessu, en alveg stór liður. Og það kom alveg fram að það hefur vantað kannski inn í ráðuneytinu bara formlega beiðni. Eina formlega beiðnin kom nefnilega frá Garðinum á sínum tíma þegar þeir vildu endilega fá Garðvang inn sem hjúkrunarheimili áfram. Og það er eina sem þeir hafa formlega í höndunum. Þannig að Reykjanesbær á og hefur átt fyrir löngu síðan að vera búin að setja bara inn formlega beiðni þannig að málið væri í einhverjum farvegi. Þannig að ég er alveg fagnað þessu gríðarlega. Bæjarstjóri, gerðsvöld. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara upplýsa ykkur og þá sem að heima sitja og eru að fylgjast með að ég er búinn að hafa samband eins og við ræddum í bæjarráðinu síðastliðinn fimmtudag við hinn nágranna sveitarfélögin okkar, þar að segja Garð, Sandgerði, Voga og Grindavík, segja þeim frá þessari ákvörðun okkar að við ætlum að sækja fyrir 1. maí munum við senda en umsókn til heilbrigðisráðuneytis og rökstyðja hana náttúrulega vel með öllum þeim upplýsingum, tölum og gögnum sem við höfum til þess að bakka upp slíka umsókn. Og ég hef beðið sveitarstjóra eða bæjar og sveitarstjóra hinna sveitarfélagana að ræða það í sínum bæjarráðum og sínu baklandi í bæjarstjórnum og sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga hvort að þau vilji vera með í þessar umsókn eður ei. Og ég hef lagt áherslu á það að við fáum svör vel tímalega fyrir 1. maí og hvernig svo sem það fer að þá munum við bæjarfulltrúi Baldur, við munum senda umsókn. Hvort ef við verðum ein, þá verðum við bara ein. Ef að koma fleiri með, þá er það bara fínt. Hvort það verða öll, ég veit það ekki. En við vitum það fyrir 1. maí. Jón Einarsson, gerðsvöld.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Og takk undir orð þeirra sem hér hafa talað. En mér langar að nefna eitt stutt að þakka starfsfólki okkar og framkvæmdastjórum sviða fyrir þær áskýrslur sem hafa verið gerðar núna og er búið að senda til okkar og eru læsilegar á netinu fyrir okkur. Hvet bæjarfulltrúar að lesa þessar skýrslur, þær eru mjög góðar og sérstaklega góðar fyrir svefnin að lesa. Skemmtilegur og margt fróðlegt í þessu, þannig að kæra þakki fyrir það. Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil taka undir þau orð sem hafa hér fallið og sækja nýtt hjúkrunarheimili. Hversu gírug hin sveitarfélögin verða til þess að koma á þá umsókn veit ég ekki og læt liggja milli hluta. En við eigum alveg hugstalaust að gera þetta ein og ef engin annar vill koma og þá er það bara, þetta er á ábyrgð og ábyrgð sveitarfélagsins sjálfs að sækja og reka og gera og græja. Hitt málið sem ég vildi tala var ársskýrslur sviðanna eða ráðanna. Það vantar eitt skýrslu eins ráðs og það er bæjarráðs. Og kannski er hún komin eða kemur hún. Já. Ég sakna þess að hún sé ekki í hópi þessara skýrslna. Og hvet þá formann bæjarráðs að drífa í því að semja þessa skýrslu eða forseta bæjarstjórnar. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós, bara til þess að mikið athygli Kristins á því þá hafa bæði komið skýrslur frá formanni bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar á hverju ári. Það eru bara ekki komna núna en munu koma. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. apríl. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Það eru samþykktar 11.0. Þá er komið að næstu fundargerð sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. apríl og hún er mikil og stór að venju og það eru fjölmargir liðir sem við þurfum að samþykkja sérstaklega í þessari fundargerð. Ég ætla að tiltaka þá áður en ég gef orðið laust. Það er fyrst að nefna lið nr. 7 sem er Grænársbraut 603-607 uppskipting á lóð. Númer 9 Bóatröð 10 fyrirspurn viðbyggingu. Númer 10 Dalsbraut 1-2 breyting á deiliskipulagi. Númer 11 Sjávargata 6 fyrirspurn stækkun. Númer 12 Hátúns 26 breyting á bílskúr. Númer 14 Seljudalur 40 fyrirspurn viðbyggingu. Númer 15 Tjarnarbraut 10 breyting á deiliskipulagi. Númer 16 Pósthússtræti 59 minniháttar breyting á aðalskipulagi. Númer 17 Stapabraut 1 minniháttar breyting á aðalskipulagi. Númer 18 Stapabraut 1 breyting á deiliskipulagi. Númer 19 Hafnargata 56 deiliskipulagstillaga. Númer 21 deiliskipulag við Gunnuhver. Númer 22 deiliskipulagsbreyting Reykjanesvirkjun. Númer 23 Hafnavegur umsókn framkvæmdaleyfi og númer 24 Vesturbraut 6 fyrirspurn. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Það var Jónsson Geirsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að leyfa mér að gera hér umfjöllunarefni 29. mál fundar umhverfis- og skipulagsráðs sem að meirihluti ráðsins leggur fram bókun hæfi nefndarmanna og ástæðan er auðvitað umfjöllun bæjarstjórnar á 20. mars síðastliðinn ákvörðun ráðsins að samþykkja deiliskipulag á framleiðsvegi 9-11 þar sem að einn nefndarmaður meirihlutans er bróðurdóttur þess aðila sem á í hlut og hefur hagsmuni af samþykkt
deiliskipulagsins. Mér finnst hér í besta falli vera að ræða svona vandræðalega tilraun meirihluta ráðsins til þess að réttlæta að mínu viti frekar illa ígrundaða stjórnsýsluákvörðun og afar hæpna afgreiðslu málsins vegna náinna tengsla. Annars vegar sem sagt nefndarmannsins og viðkomandi umsækjanda. Mér finnst ekki hægt að láta þessa fundargerð fara og þessa bókun fara í gegn hér á þess að fjalla þess bara betur þetta mál þó svo að það hafi verið farið ágætlega yfir það á fundi þann 20. mars vegna þess að síðan þá hefur farið fram umræða þetta mál og bæjarfulltrúum hefur gefist betra ráðrúm til þess að skoða það og skoða forsendur þessa máls alls. En samkvæmt eldri sveitarstjórnarlögum sem að voru númer 45 frá 1998 að þá hefði engin vafi leikið á því að nefndarmaðurinn hefði verið vanhæfur í því máli sem að hér ræðir. Og fyrir því liggja nokkurir úrskurðir ráðuneytisins þar sem að ákvarðanir hafa verið taldar ógildar vegna tengsla nefndarmanns og umsækjanda, jafnvel þar sem að tengslin voru minni heldur en í þessu tilfelli sem hér ræðir. Og samkvæmt stjórnsýslulögunum þá líka alveg ljóst að nefndarmaðurinn vanhæfur og ég held að þetta sé í raun ekki deilt. Þær breytingar sem voru hins vegar gerðar á nýju sveitarstjórnarlögunum árið 2011 að þá mögulegt að horfa á þetta mál aðeins öðruvísi en við þær breytingar var settur inn annar texti inn í sveitarstjórnarlögin en sá sem að kemur fram í stjórnsýslulögunum hæfi nefndarmanna og hann aðeins víðari. Og ég ætla ekki að endurtaka það í sjálfu sér hér í hverju þessi munur liggur. Við fórum ágætlega yfir það hér 20. mars í stuttum máli. Það í stjórnsýslulögunum talað vanhæfi gagnvart skyldleika í beinalegg eða í annan lið en í sveitarstjórnarlögunum í beinalegg eða fyrsta lið. Og í þessu liggur munurinn. En það sem mikilvægt að skoða af hverju þessi munur á þessum tveimur lögum og hvaða hugsun lá að baki þegar að menn tóku ákvörðun það að hafa víðara hugtak og víðari skilgreiningu í málinu gagnvart sveitarstjórnarlögunum. Og í athugasemd með frumvarpinu þegar það lagt fram á þinginu á sínum tíma þá segir í greinargerð og tilvitnun hefst. Efnislega ákvæðið, og það verið að tala 20. greina, efnislega ákvæðið í samræmi við þá hæfisreglu sem fram kemur í 19. grein gildandi laga. Ekki stefnt að neinum verulegum breytingum á gildandi lögum með þessari tillögu. Með öðrum orðum, það var verið að segja, almennt séð, að þá standi ekki til að draga úr skilyrðum gagnvart vanhæfisreglunni. Sú breyting felst þó í frumvarpsákvæðinu og tilvitnun hefst aftur. Vegna fámennis sumra sveitarfélaga þó á því byggt að ekki skuli gilda jafn strangur mælikvarði vanhæfi vegna skyldleika og annarra vensla eins og stjórnsýslulögin kveða á. Og tilvitnun lýkur. Þess að vegna fámennis sumra sveitarfélaga að þá geti þetta átt við. Ég segi, það getur varla átt við 5. stærsta sveitarfélag landsins með það bil 18.000 íbúa. Eða hvað? Og áfram segir í greinargerðinni og aftur hefst tilvitnun. Tilvísun í stjórnsýslulögin sjálf, þar sem að finna nákvæmari reglur hæfi en í sveitarstjórnarlögunum, ætti því að vera til leiðbeiningar fyrir sveitarstjórnir, íbúa sveitarfélagana og eftirlitsaðila. Þetta nú nokkuð skýrt. Ákvæði stjórnsýslulagana hið almenna ákvæði. Vegna fámenni sumra sveitarfélaga ákvæði sveitarstjórnarlagana aðeins rýmra, en enga síður vísað til þess að stjórnsýslulögin ætti að vera til leiðbeiningar. Þar að finna nákvæmari reglur. Og áfram, ef við kíkjum aðeins í greinargerðina, og mér finnst fróðlegt að lesa hana, vegna þess að þarna verið að fjalla þetta mál, að þar segir,
af hverju gilda vægari kröfur í sveitarstjórnarlögunum en í stjórnsýslulögunum. Og tilvitnun hefst. Rétt að taka fram að í niðurlagi 1. málsgreinar 20. greinar vegna fámennis sumra sveitarfélaga lagt til að á sveitarstjórnarstiginu skuli ekki gilda jafn ströng regla vanhæfi vegna skyldleika og gerir í stjórnsýslulögunum. Eftir sem áður kann þó að vera að sveitarstjórnarmaður verði vanhæfur í máli skyldmenni síns, þótt fjarskyldara sé, enda sé það þá sérstaklega tengt honum fyrir náinn vinskap eða með öðrum hætti. Og síðan fjallaði það hvaða forsendur getur þá verið þar að baki og vísa til stjórnsýslulagana þar sem segir að ef að öðru leyti eru fyrir hendi þær aðstæður sem eru fallna til þess að draga óhlutdrægni hans, það er að segja nefndarmannsins, í efa með réttu. Og hvaða aðstæður eru það sem gætu verið til þess fallnar að draga óhlutdrægni þessa nefndarmanns í efa, eða nefndarmenna almennt? Gæti það verið sú staðreynd að viðkomandi nefndarmaður hefur að eigin mati og að eigin ákvörðun ítrekað setið hjá við afgreiðslu mála sem tengjast þessum tiltekna umsækjanda og reynda líka setið hjá við fyrri afgreiðslur þetta sama mál vegna vanhæfis. Þannig að nefndarmaðurinn hefur sjálfur lýst í á fyrri stigum að vanhæfið væri til staðar en tekur síðan allt í einu ákvörðun það í þessu máli, á þessu stigi, á þessu viðkvæma fundi þar sem að nefndin klofnar í afstöðu sinni að taka afstöðu og sitja ekki hjá í málinu. Sko ég ekki með þessu að fullyrða að viðkomandi nefndarmaður yrði talinn vanhæfur ef það kæmi til úrskurðar. En ég að segja að samt margt sem að bendir til þess að þau sjónarmið yrðu höfð uppi þó það séu líka sjónarmið að gagnstæða yrði ofan. Mér finnst þó ekki ólíklegt í svona stóru sveitarfélagi eins og Reykjanesbæ að ákvæðið yrði ekki túlkað þröngt. Það yrði horft til almennu reglunar. En ég ekki lögfræðingur, ekki frekar en að minnsta kosti hluti þeirra sem að leggja fram þessa bókun í umhverfis- og skipulagsráði sem að reyna með þessu að segja að hér hafi allt verið í himnalagi í þessu máli. Og vísa í því sambandi meðal annars til minnisblaðs Garðars Garðarssonar hæstaréttarlögmanns. Og þar komum við kannski að öðru atriði í þessu máli, minnisblað. Sko þarna auðvitað ekki minnisblað að ræða, heldur tölvupóst sem að var sendur framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðsins 2 klukkutímum fyrir bæjarstjórnarfund og í upphafi segir, og tilvitnun hefst, miðað við aðdraganda fyrirspurnar þinnar, miðað við hvað aðdragandi fyrirspurnar þinnar stuttur, þá sætir málið skyndiskoðun og verður að taka svarið með þeim fyrirvara. Það er að segja að álitið strax nánast ógilt vegna þess að það sagt að það var nánast engin tími til þess að skoða málið. Og það sem var auðvitað slæmt, af því að hér verið að fjalla þetta og verið að reyna að breiða yfir þetta mál með þessari bókun, að þarna var verið að taka ákvörðun, stjórnsýslu ákvörðun, hér í bæjarstjórn að grundvelli upplýsinga sem voru sendar hér rétt fyrir bæjarstjórnarfund, tölvupósti með fyrirvörum sem að menn höfðu ekki séð nema hluta til, það er að segja hluti bæjarfulltrúa. En enga síður þá var það ákvörðun forseta að klára málið, taka hér 3-4 mínútna fundarhlið svo að menn getur lesið þennan tölvupóst og síðan byggðu ákvörðun sína á. Og mér finnst þetta ekki vera boðleg stjórnsýsla. Og það auðvitað, það ábyrgð okkar allra að stjórnsýslan sé í lagi. Það
Það er ekkert bara ákvörðun meiri hlutans, það er ákvörðun allra bæjarfulltrúa að stjórnsýslan hér sé í lagi. Það sé verið að afgreiða mál með réttum og eðlilegum hætti. Og það er erfitt að standa út í bæ og reyna að svara fyrir það hvernig stóð á því að bæjarstjórn gat afgreitt þetta mál á grundvelli upplýsinga sem voru að berast rétt fyrir fund og sumir höfðu upplýsingar og aðrir bæjarfulltrúar ekki. Svo mér finnst þetta vera slæmt að við skildum klára þetta og mér finnst það vera sveitarfélaginu því miður til skammar og þetta kannski fyrst og fremst þá meirihlutanum til skammar því að hann kláraði þetta mál þrátt fyrir óskir annað. Ég ætla ekki efnislega að fjalla meira málið, það komu í gær frekari upplýsingar í þessu máli sem að verða svo til umræðu á bæjarráðsfundi í fyrramálið, þannig að við munum þá fjalla það þar og ræða þá málið hér þegar að sá fundur kemur á dagskrá bæjarstjórnar. En mér finnst nú ljóst að þessi bókun, meirihluta umhverfis- og skipulagsráðsins, er svona vandræðaleg tilraun til þess að klóra yfir þetta klúður og ég ætla því að taka undir bókun Jóhanns Snorra á þessum fundi þar sem hann segir að það er auðvitað ljóst að önnur atriði en tiltekin í bókun meirihlutans sem að hefðu áhrif ef að kæmi til úrskurðar hæfi nefndarmanna. Já, ágæta bæjarfulltrúar, ég ætla nú aðeins að fá að leggja orðið í berg vegna orða bæjarfulltrúa Böðvars þetta mál. Eins og Böðvar nefndi hér, þá vorum við með þetta til umræði hér á fyrir bæjarstjórnarfundi og þar var þetta samþykkt með mótatkvæðum sjálfstæðismanna að fara með þetta í gegn og ég menn eru segja það að það kann að vera og ég er ekki að segja að viðkomandi hafa verið vanhæfur. Það er samt verið að sá þeim fræjum að svo kunni hafa verið. Og hér eru nefnd eldri sveitarstjórnarlög, stjórnsýslulög og ný sveitarstjórnarlög. Og ég spyr sem sveitarstjórnarmaður eftir hvaða lögum á ég að fara. Á ég að fara eftir gömlu lögunum? Eða á ég að fara eftir stjórnsýslulögunum? Eða á ég að fara eftir sveitarstjórnarlögunum? Eftir hvað á ég að fara? Af því að einu sinni voru gömul lög sem voru öðru sér á ég þá að fara til þeim. Það er einhver ástæða fyrir því að lögunum var breytt. Og þau eru alveg skýr í texta. Það liggur alveg ljóst fyrir hvað stendur í þessari 20. grein hæfi sveitarstjórnarmanna. Og ég bara spyr, á ég sem sagt, ætlum við að það er búið að vera að hóta stjórnsýslukæru hérna út í bæ og á að fara að kæra fólk fyrir að fara til sveitarstjórnarlögum. Það er svolítið merkilegt. Þegar að fólk eru farið að vera kært fyrir að fara til þeim lögum sem gilda. Það má nefna það hér og eins og Böðvar nefndi að viðkomandi nefndarmaður hafi ekki setið hjá við fyrri afgreiðslur. En það var ekki vegna þess að hún hafði svona mikla þekkingu á vanhæfi sínu heldur vegna vanþekkingar. Og við vitum það að við erum að flest okkar hér koma götunni og erum ekkert menntaðir bæjarfulltrúar eða nefndarmenn. Og því síður lögfræðingar eins og það var talað hér. En þegar að farið var að skoða þetta umrædda tilvik fyrir þennan nefndarfund, þá kom það bara í ljós að viðkomandi aðili var ekki vanhæfur og þess vegna tók hann þátt í atkvæðagreiðslunni þetta mál. Þessi önnur atriði sem er alltaf verið hér að tæpa á, sem að kunni að gera þennan nefndarmann vanhæfan, það eru til dæmis fjárhagslegir hagsmunir. Þessi nefndarmaður hefur aldrei tengst þessu fyrirtæki á nokkurn hátt. Aldrei nokkurn tímann. Hún hefur enga fjárhagslega hagsmuni sjálf af því hvort að þessi svindlug standi eða fari. Hún er búin að skuldbinda sig til að fara eftir siðareglum sveitarfélagsins og skuldbinda sig til að fara eftir þeim lögum sem gilda. Og þau lög
eru auðvitað þau sveitarstjórnarlög sem eru í gildi núna, ekki gömlu sveitarstjórnarlögin. En meira er svo sem ekkert þetta að segja. Það er bara, málið er afgreitt hér í bæjarstjórn, hefur haft sinn framgang. Málið væntanlega komið til skipulagsstofnunar til umfjöllunar. Þar getur minjastofnun gert sínar athugasemdir og þetta hefur bara sinn gang. Hvort að við fáum skyndifriðun á sundmiðstöðina eða athugasemdir frá skipulagsstofnun, það verður bara komið ljós og þá verður bara sérstaklega tekið á því þegar að því kemur. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að fá að koma inn í þetta örstutt. Ég verð að segja það að mér finnst þetta mál hafa snúist svona dálítið keisarans skeggorðið. Við erum ekki lengur að tala um sundhöllina eða þau samtök sem hafa viljað vernda sundhöllina og hvernig þau að koma að þessu. Nú erum við farin að tala um eitthvað allt annað sem snýst að þessu máli. Hvað sem því veldur, ætla ég nú kannski ekki að giska á, en þegar þetta mál kom til bæjarstjórnar síðast, þá var ljóst að bæjarstjórn gat sent þetta tilbaka, hafnaði þessu eða samþykkt þetta og það var samþykkt. Það sem ég finnst aftur á móti dálítið leiðilegt er að þau orð sem eru notuð okkur í meirihlutanum sem hefur verið samþykktu þetta mál, maður hefur verið kallaður forhertur, lygari, gleyminn og ég nefni nú ekki fleiri ljót orð sem hafa verið höfð eftir fulltrúum þessara samtaka og fyrrverandi ráðherra mig meðal annars og fleiri, ekki beint málun til framdráttar og svo fer málið að snúast þennan einstakling í ráðinu sem menn telja vanhæfan. Mér finnst þetta að vera orðið dálítið fyndið og dálítið sorglegt að við skulum fara alla leið þangað þó við séum ekki alveg sömu skoðanir á aðrir bæjarfulltrúar eða aðrir þeirra aðilar sem hafa áhuga á þessu máli. Þá ætla ég ekki að fara að tala um að þeir séu illa undirbúnir og illa ígrundaðir en þau orð sem eru notuð þetta mál finnst mér ekki ekki gott og engum til hrós. Líka það sem ég finnst dálítið sorglegt, þetta mál er búin að vera í vinnslu hjá bæjarfélaginu í raun og veru í ansi mörg ár, alveg frá því að þetta var selt út úr fasteign á sínum tíma og margir aðrar hafa komið að þessu máli. Og að enda þetta mál síðan á einstaklingsbasa eins og hér er gert finnst mér ekki rétt. En við tökum kannski þá umræðu betur síðar. Mér langar að nefna þó eitt í þessu að það er hlutur minnihlutans í þessu máli frá byrjun til enda. Það sem menn hafa kappkostað að lýsa því yfir að þetta rífa sundhöllina. Það væri bara tóm þvæla að standa í þessu. Það hafa menn sagt á opnum fundum, jafnvel hérna í pontu, en á sama tíma þegar kemur til atkvæðagreiðslu, hvort sem það er í ráðinu eða hérna í bæjarstjórn, þá snerist málið eitthvað allt annað. Er það rétt pólitík? Af hverju segja menn ekki bara skoðun sín á málinu? Og mér finnst að við þurfum aðeins að passa þetta. Menn segja við mann eitt undir vegg og síðan er sagt eitthvað allt annað hérna í pontu. En ekki ætla ég að segja meira um þetta en við tökum þá þessu umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi og getum þá rætt málum betur. Takk fyrir. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, út af þessu sama máli að þá ég held að ég sé nú eini bæjarfulltrúinn sem hafi lýst því yfir að þarna ætti að rífa þessa byggingu. Þetta er ónýtur hjallur sem er vafamál hvort að myntur Guðjón Samúelsson hafi teiknað og hérna þetta var teiknað á skrifstofu arkitektastofuna en hann skrifar hvergi undir en það lá hann eiginlega banaleguna á meðan þetta hús var teiknað. Þannig að ég skil ég skil ekki þessa ástæðu, þessa tilfýlingarlegu rök að þetta sé svo mikið menningarhús að þau þurfa að verða þetta. Þetta er ónýtur hjallur og ég frábið mér því að ég sé að lýsa yfir einhverjum vanvirðingu á meirihlutann eða skýta hann út í orði. Ég hef aldrei gert það og aldrei látið
látið það, þau orð falla, en ég ítreka það að virðing meirihlutans og ákvarðana meirihlutans út frá sveitarstjórnarlögunum er að mörgu leyti mjög vafasöm. Og þá á ég við þær gjörðir sem voru gerðar í upphafi kjörtímabils, þessa kjörtímabils, varðandi laun sveitarstjórnarmanna hérna í bæjarráðsmanna. Það er ekki að dagskrá hér, en þetta, ég bara nefna það í samhengi hér. En ókunni við lögin, það fríar þá ekki að fara eftir því, sko. Þú þarft ekki að vera lögfræðingur til þess að fara eftir lögunum. Og ef að sveitarstjórnarlögin eru eins og Böðvar Jónsson bæjarfulltrúi túlkar þau, þá er þá hægast að kæra ákvörðuna, þessa ákvörðun ráðsins og bæjarstjórnar til sveitarstjórnarráðsins eða samgönguráðherra og fá úrskurð þar Það eru hæg heimatökin þar, ég meina það liggur beinast við að gera það og þarf að afturkalla þessa ákvörðun og endurtakana en ég finnst þetta er svona eins og sjálfstæðismenn hafi svona verið í málefnaþurrð fyrir kosningar og ætlaði að gera storm í vatnsglasi og úlvalda úr mýflugu í þessari mynd og þeir seldu það 2006 og fengu pening fyrir og greitt fyrir það og svo er einhver eftirsjá eftir því núna. Ég næ bara ekki þessum málflutningi og segja svo að það sé ekki hægt vegna þess að einstaklingur sem að greiddi atkvæði með tillögun að deiliskipulaginu þá í umhverfis- og skipulagsráði sem var síðan samþykkt í bæjarstjórn að hún sé vanhæf. Þetta er mjög langsótt en Guðnabænum farið og kærið þetta til ráðherra og fáið úrskurð þar. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, mér finnst leitt hvað bæjarfulltrúar eiga erfitt með að skilja nálgun mín á þetta mál. Það snýst ekkit það hvort að ég vilji hafa sundhöllina uppi eða láta rífa hana. Og ég sagði það reyndar á þessum fundi 20. mars að í sjálfu sér væri ég ekki tilfinningalega tengdur þessu húsi og mætti rífa það mín vegna. Þetta snýst það að afgreiðslan hér, að hún sé nægilega sterk og örugg og öflug og byggð á nógu góðri stjórnsýslu að það þurfi ekki að vera að kæra mál. Ég ætla ekki að fara að kæra eitt eða neitt sem að þessi bæjarstjórn tekur ákvörðun En mér finnst þess að það ekki ólíklegt að það verði gert af einhverjum íbúum. Og þá það slæmt að ákvörðun málsins byggi á grundvelli sem hefði mjög auðveldlega verið hægt að laga með því að færa málið einn hring í gegnum kerfið aftur. Þetta snýst það að stjórnsýslan sé rétt. Ekki það hvort að ég sammála ákvörðunni eða ósammála. Það okkar hlutverk að passa upp á það að þær ákvarðanir sem hér eru teknar, hvort sem við erum sammála með ósammála, að þær séu teknar á réttum grundvelli. Og allt sem ég fjallaði forseti varðandi lögin og allt sem ég las upp úr greinargerðinni var í greinargerð nýju laganna. Þannig að það sem ég var að benda á var að í greinargerð nýju laganna var verið að vísa til þess að efnislega átti ekki að breyta lögunum nema gagnvart fámennum sveitarfélögum. Það var svona vangaveltan í. Halldór Guðmundsson. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það vill svo til að við vorum aðeins að ræða þessa sundhöll, einmitt 20. mars, þá var hann til umræði. Það sem til umræði í dag og sett á dagskrá af umhverfisráði hæfið. Þess vegna það til umræður. Það ekki að okkar undirlagi að okkur vanti einmitt málefni til að vinna í komandi kosningum. Við erum ekki að ráðast á neina persónur, hvorki Friðjón né aðra.
En við tölum það áður að það hefði verið heppilegra að þessi nefndamaður, sem að ég að vísu tengdur líka, sko, þó þetta sé 18 manna bæjarfélag, þá eru tengslin víða. En þetta var aðal fréttin bara daginn eftir í mjög stórum fjölmiðli. Frænka verktakans gaf þessu atkvæði. Það er einn dómstólinn viðbót sem við ráðum ekki neitt við, það er dómstól götunnar. Þetta var umræðan. Þetta er það sem við erum að tala í dag út af því að þetta er í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Og það sem við erum að biðja og mér finnst það bara vel tekið saman hjá Böðvari og það þarf enginn að taka þetta persónlega til sín eða vera eitthvað, súpa hveljur fyrir einhver aðra. Þetta er bara hvernig viljum við afgreiða þetta mál. Og ég ætla ekki þó að ég sé ákveðna skoðunar með þessa Sundhöll, ég lýsti því að ég gæti ekki alveg séð fyrir mér að væri hægt að bjarga þessu verkefni. Það er mín afstaða, en það væri aðeins svo mikið ef að ég ætlaðist til þess að það yrði þá gert út af því að mér fyndist það. Þetta þarf að fá alla afgreiðsluna og það er þrýstuhópur þarna úti sem að er að banka á. Við verðum að hlusta á þetta. Við vorum að hlusta á ungmennin hérna áðan. Við verðum að hlusta á það sem er að gerast í kringum okkur, bregðast við. Og þetta er alveg hugsanlegt að þetta fari alla leið. Við erum ekki að boða það, en þetta getur komið upp. Það hefði farið betra því, eins og ég veit að var til umræðu, að það fara að senda varamann inn til að afgreiða, þannig að þetta væri ekki til umræðu. En hérna erum við, þetta er staðan, þetta er bókað hérna og þetta er til umræðu, þetta er okkar afstaða. Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Ég ætla nú ekkert að koma að þessu máli, það er búið og gert og að mínu mati sem hér hefur verið til umræðu og málið afgreitt á bæjarstjórn. En það er annað mál sem að brunnur á mér, það er verið að hérna í þessari fundargerð að fjalla mikið stækkun eða aukningu íbúða í áður skipulögðu svæði. Ég hef áhyggjur af þessu, eins og kom fram hjá mörgum ungmennum hérna fyrir í dag, þá höfðu þau áhyggjur af umferðarþunga. Og ég hef sömuleiðis áhyggjur af því. Við erum að þétta byggðina gífurlega og sérstaklega í kringum Hafnargötuna og það er nú þegar óbærilegt að gumma hana og komast inn á hana. Bara óbærilegt og mjög erfitt, stundum hættulegt. Og ég held að við þurfum að skoða þetta betur, fara yfir, ég var búinn að óska eftir því að við fengjum einhverja sérfræðinga til þess að kanna hvað umferðarþungin mætti vera og hvað væri boðlegt, gera könnun á þessu, bíð eftir því í raun og veru og vil því bara benda á það að við þurfum í raun og veru að gæta þess að við lendum ekki í einhverjum vítahring út af þessu. Það er ekki boðlegt. Við ætlum ekki að fara að hjóla hér um allt. Það er alveg ljóst. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þá held ég að við förum bara í það að greiða atkvæðum þessi atriði fundargerðar sem ég las upp áðan. Liður númer 7, þeir sem samþykkt geta lið númer 7. Hann er samþykktur 11-0. Liður númer 9, Bogatröð 10, þeir sem samþykkt geta hann er samþykktur 11-0. Númer 10, Dalsbraut 1-2, þeir sem samþykkja hann
Hann er samþykktur 11-0. Liður nummer 11 Sjávargata 6. Þeir sem samþykja hann. Hann er samþykktur 11-0. Númer 12 Hátún 26. Þeir sem samþykja hann. Hann er samþykktur 11-0. Númer 14 Seljudalur 40. Þeir sem samþykja hann. Hann er samþykktur 11-0. Og liður nummer 15 Tjarnarbrú 10. Þeir sem samþykja hann. Þeir bennum gefamerki. Hann er samþykktur 11-0. Liður nummer 16, Pósthússtræti 59, þeir sem samþykkt geta hann. Hann er samþykktur, má ég sjá aftur? Hann er samþykktur með 10 atkvæðum, Gunnar Þórarinsson situr hjá hann. Stapabraut, nummer 17, Stapabraut 1, þeir sem samþykkt geta hann. Hann er samþykktur 11-0, liður nummer 18, Stapabraut 1, það er breyting á deiliskipulagi. Þeir sem samþykkt geta lið nummer 18, hann er samþykktur 11-0, liður nummer 19, Hafnargata 56, þeir sem samþykkt geta hann. Þetta er alveg að vera búið. Þeir sem samþykkt geta lið nummer 21, þeir eru bennum að gefa merki, hann er samþykktur 11-0, liður nummer 22, deiliskipulagsbreyting á Reykjanesvirkjun, þeir sem samþykkt geta það er samþykkt 11-0. Og þá er það lið nummer 23, Hafnavegur, þeir sem samþykkt geta þann lið, hann er samþykktur 11-0 og liðið nummer 24, Vesturbraut 6, þeir sem samþykkt geta þann lið eru bennum að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þeir sem samþykkt geta fundargerð þá að öðru leyti eru bennum að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0. Og þá er komið að lið nummer 3 sem er fundargerð íþrótta og tónlistarráðs frá 3. apríl, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta og tónlistarráðs eru bennum að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að lið nummer 4 sem er fundargerð barnaverndarnefndar frá 7. apríl. Hún er hér lögð fram. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós sem fundargerð barnaverndarnefndar. Þá er komið að lið nummer 5 sem er fundargerð menningarráðs frá 12. apríl, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós sem fundargerð menningarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningarráðs eru bennum að gefa merki. Hún er samþykkt, má ég biðja ykkur aftur? Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að lið nummer 6 sem er fundargerð fræðsluráðs frá 13. apríl, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós sem fundargerð fræðsluráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina verður gefa merki. Hún er samþykkt. Gerðu svo vel, Friðjón. Afsakið framhleypnina, herra forseti, en mér langaði bara að segja einn hlut. Það var að óska Helgu Hildi Snorradóttur til hamingju með að vera ráðin sem skólastjóri Holtsskóla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðjón. Ég held að við tökum öll undir þetta. Það er gott að fá Hanna sem skólastjóra í Holtaskóla. Hún er búin að starfa þarna lengi og er bókinna reynslu. Þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs. Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að 7. liði sem er ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2017 og ég ætla að leggja það til við bæjarfulltrúa að við tökum 5 mínútur í hlé áður en að við förum í þennan lið.
ágætu bæjarfulltrúar, þá er okkur ekkert að vanbúnaði að halda áfram og við erum komin að lið númer 7 sem er ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans og þetta er fyrri umræða ársreikning og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson hefur beðið orðið. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er nú lagður fram ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir A-hluta og samstæðu A- og B-hluta. Það sem er öðruvísi við þennan reikning en fyrri reikninga er að nú hefur eignarhaldsfélagið Fasteign ehf. sem Reykjanesbær á einn og sér verið tekin inn í samstæðu reikningin. Það hefur áhrif á nokkrum stöðum meðal annars í skuldum og skuldbindingum. Þessi leiguskuldbindingar lækka en skuldir lánastofnana hækka að sama skapi. Einnig er nú búið að færa út ábyrgðir Reykjanesbæjar og skuldum fasteigna Reykjanesbæjar samkvæmt heimild laga 52 frá 2016 almennar íbúðir. Ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskila aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2017 námu 21 miljardi 215,8 milljónum króna samkvæmt samanteknu rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta. Rekstrartekjur A-hluta námu 14 miljörðum 394,5 milljón króna. Laun og launatengd gjöld samstæðunnar námu 7 miljörðum 261,7 milljónum króna og starfsmannafjöldi var að meðaltali 850 stöðugildi. Rekstrarniðurstaða A-hluta bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 2 miljarda 697,8 milljónir sem þýðir 18,75% framlegð. En að teknu tilliti til þeirra liða er rekstrarniðurstaða jákvæð 1222,2 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða samstæðu sveitarfélagsins fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 5 miljörðum 163,7 milljónum króna en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 1321,5 milljón króna. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 58 miljörðum 175 milljónum króna og heildareignir A-hluta bæjarsjóðs námu 33 miljörðum 930 milljónum króna í árslok 2017. Eigið fé samstæðu A- og B-hluta í árslok 2017 nam 14 miljörðum 202,6 milljónum króna en var 7,3 miljardar árið undan, það er að segja 2016. Þetta er hækkun tæpa 7 miljardar sem aðalega skýrist af endurmati eigna HS Veitna. Þetta þýðir að eiginfjárhlutfallið hækkar úr 12,92% 2016 í 24,41% 2017. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir samstæðunnar 7.086,9 milljónum króna, skammtímaskuldir eru 7.899,4 milljónir króna og veltufjárhlutfall því 0,897. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B-hluta nema 43 miljörðum 972,5 milljónum króna og skuldahlutfall, það er að segja allar skuldir á móti tekjum, er 207,26%. Skuldaviðmið, samkvæmt reglugerð 502 frá árinu 2012, er hins vegar komið niður í 189,55% fyrir samstæðuna og 163,38% fyrir A-hluta bæjarsjóðs. Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs 2017 var 17.795 og fjölgaði 8,8% frá árinu 2016. Fjárhagsstaða Reykjaneshafnar er og hefur verið verulega erfið og hefur verið unnið að endurskipulagningu og skuldbindingum hafnarinnar undanfarið.
Hluti af þeirri vinnu er að Reykjanesbær greiddi upp í lok ársins 2017 flest alla skuldbindingar annarra kröfuhafa hafnarinnar er Lánasjóðs sveitarfélaga og er Reykjanesbær í dag því stærsti kröfuhafi Reykjaneshafnar. Á þessu ári, 2018, hefur verið unnið að því að lækka skuldbindingar Reykjaneshafnar með yfirfærslu lóða frá höfninni til bæjarins á móti víkjandi láni hafnarinnar. Miðað við að framangreindar forsendur gangi eftir, telja stjórn og stjórnendur Reykjaneshafnar að höfnin muni geta staðið við skuldbindingar sínar í framtíðinni og rekstrarhæfi hafnarinnar sé til staðar. Í gildandi aðlögunaráætlun fyrir árið 2017 til 2022 er gert ráð fyrir að sveitarfélagið nái undir 150% skuldaviðmið í árslok 2022 og eru reikningsskilin sett fram miðað við þá forsendu að áframhaldandi rekstrarhæfi sé að ræða. Að lokum er rétt að geta þess að óvissa ríkir endanlegt virði langtímakröfu Reykjanesbæjar í fjárfestingarsjóðnum ORK í árslok 2017 og endingu nokkur orðum eignarhaldsfélagi Fasteign e.h.f. En á árinu 2017 nam hagnaður eignarhaldsfélagsins Fasteignar 64,3 milljónum króna. Eigið fé í árslok 2017 nam 198,9 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi að meðtöldu hlutafé að fjárhæð 2,8 milljónir króna. Bókfært verð fjármögnunarleigusamninga í árslok 2017 nemur 11.939 milljónum króna og er Reykjanesbær greiðandi þessara samninga sem eini leigutaki félagsins. Síðastliðin ár hefur Reykjanesbær átt í viðræðum við kröfuhafa sína fjárhagslega endurskipulagningu skulda og skuldbindinga. Þar með talið lánveitendur Fasteignar. Þann 12. febrúar síðastliðin var gengið frá samkomulagi á milli félagsins og Reykjanesbæjar annars vegar og félagsins og kröfuhafa hins vegar fjárhagslega endurskipulagningu sem miðast við 31. desember 2017. Í samkomulaginu var meðal annars kveðið á útgáfu 2 nýrra lána samtals að upphæð 11.939 milljónir króna og samhliða voru gerðir 2 nýir leigusamningar. Eins og bæjarfulltrúum er kunnugt var einnig samið svokallaða put option, með leyfi forseta að nota enska heitið, sem þýðir að ákveðnar fasteignir sem ekki eru nýttar undir lögboðna grunnþjónustu sveitarfélagsins verða auglýstar til sölu og andvirðið, takist að selja þær, nota til að greiða niður áhvílandi lán. Ef skuldaviðmið sveitarfélagsins verður enn yfir 150% markinu á miðju árið 2022 og útséð að takist að komast undir það fyrir árslok þessa árs, munu kröfuhafar yfirtaka það af þessum sömu fasteignum sem enn verða óseldar og kröfur lækkaðar sem því nemur. Að lokum vil ég þakka starfsmönnum fjármálasviðs fyrir vel unnin störf við gerð þessa ársreiknings en hann er að öllu leyti settur upp á þeim. Sérstakar þakkir fá deildarstjóri Reykjaneshalds Regína Fanný Guðmundsdóttir og sviðsstjóri fjármálasviðs Þóri Guðmundsdóttir sem og aðrir starfsmenn sviðsins. Einnig vil ég þakka endurskoðendum Grant Thornton fyrir gott samstarf og góðar ábendingar. Og að síðustu vil ég færa forstöðumönnum stofnana og starfsmönnum öllum bestu þakkir fyrir þeirra framlag til þessa árangurs. Það er nefnilega ekki sjálfgefið og þó að tekjur aukist á milli ára náist að halda kostnað innan marka eins og nú er raunin. Það er fyrst og fremst þeim að þakka, þeim sem eru að höndla með almannafé á hverjum degi og velta fyrir sig hverri krónu. Þessi árangur er því fyrst og fremst þeirra. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir greinagott yfirlit. Við höfum fengið í hendur ársreikninginn og eðlilega þurfum við að skoða hann betur og gefa okkur tíma til að fara í gegnum einstaka liði.
en mér sýnist í fljótu bragði alveg ljóst að þarna verið að skila mjög góðum rekstrarafgangi, 1,2 milljörðum í bæjarsjóð og 1,3 í samstæðunni. Við þekkjum það líka að tekjur hafa verið langt umfram áætlanir, líklega á 3. milljarð á þessu kjörtímabilið sem að tekjur eru umfram áætlanir. En jafnframt þá hefur verið mjög vel haldið reksturinn eins og bæjarstjóri var að nefna hér og vil ég nú nefna hans nafn í því sambandi rétt eins og þeirra sem hann nefndi. Það hefur verið vel haldið utan þetta og það hefur verið gott samstarf í bæjarráði og bæjarstjórn meðhöndlun þessa fjár. Þetta tvennt að skila þessari góðu niðurstöðu. Þarna kemur líka fram að skuldaviðmið er 163,4 og í bæjarsjóði 189% í samstæðu og það gefur okkur vonir til að telja að við eigum nú vel í að geta lokið markmiðinu fyrir árið 2022. Hins vegar höfum við rætt hér í bæjarstjórn nokkuð oft og oftar nú upp á síðkastið að það eru framundan miklar fjárfestingar í svona gríðarlega stækkandi sveitarfélagi þannig að það er full ástæða til þess að velta upp þeirri umræðu hvort að þetta svonefnt skuldaviðmið eða skuldahlutfall hinn hliðin það sé sanngjarnt að vera að leggja það upp sem megin markmið þegar við erum að gangi í gegnum svona gríðarlega breytingar eins og okkar samfélag að gera. Við munum skila okkar bókun við síðar umræðu þannig að það er ekki ástæða til að fara dýpra í þessa hluti hér en ég vil taka undir þakkir sem hér voru fluttar til bæjar starfsmanna, fjármála skrifstofunar, til bæjar fulltrúa bæjaráðsmanna sem hafa unnið þetta vel og að sjálfsögðu til bæjarstjóra. Það ekki fleiri sem hafa kastað í ljós ársreikning Reykjanesbæjar. Mér langar þó aðeins að nefna, fá aðeins að tjá mig þennan reikning. Ég bara gleðst eins og væntanlega þið öll yfir þessum árangri sem þarna verið að sýna og þessum viðsnúningi sem að verða í rekstri sveitarfélagsins. Eitthvað sem að við erum búin að vera vonast eftir og þurftum svo nauðsynlega á að halda til þess að við stæðumst þau skilyrði aðlögunaráætlunar sem við undirgengumst og þurfum að klára fyrir 2022. Einstaka tölur eru kannski ekki vert að ræða núna en mér finnst bara rétt að nefna það er margt sem hefur verið að gerast á þessu kjörtímabili sem hjálpar til. Það er gegnumgangandi aukið tekjustreymi hérna inn á svæðið, bæði vegna fjölgunar og launabreitinga sem átt að hafa sér stað, launaskriðs. Þetta hjálpar til. Við höfum auðvitað líka verið með hækkaðar álögur á íbúa sem við erum nú að fara að lækka sem hefur líka hjálpað til. Og ég vil líka nefna að það aðgerðir sem hefur verið gripið til bara hérna innan Reykjanesbæjar af þeim sem hér hafa stýrt. Hér orðin myndarleg haddeild sem tekur á málum og heimsækir stofnanir og fer yfir fjárhagsáætlanir og hjálpar fólki til þess að standast þær. Við erum líka með innkaupastjóra sem hjálpar okkur til í að halda kostnaði í lágmarki eða eins lágum eins og hægt er. Og þetta eru auðvitað bara aðgerðir sem gerast ekki sjálfur sér. Þetta er vegna þess að fjöldi einstaklinga er að skila mjög góðri vinnu við að láta hlutina ganga eins og uppi lagt með. Og ég vil bara biðja bæjarstjóra að skila þakklætiskveðju til þessar aðila. Nú en það er ekki fleiri sem að vilja tjá sig reikningin á þessu stigi máls. Við erum með
eða 1. maí ber upp á þriðjudag og það hefur farið frá póstur frá bæjarstjórum að við höldum þá næsta bæjarstjórnarfund 8. maí og ég legg þá til að við vísum þá ársreikningi til seinni umræðu á bæjarstjórnarfundi 8. maí. Þeir sem samþykkt geta það verður Benjamin Geimverki. Já, og hann verður þá að sjálfsögðu til umræðu í bæjarráðið milli ef eitthvað kemur sem að þarf að ræða. Nú þá komið að 8. lið sem að eru verklagsreglur eða stefna Reykjanesbæjar í skjalamálum og verklagsreglur þar sem að þeirri stefnu fylgja og ég vil bara halda áfram að hrósa þessum duglegu embættismönnum sem við höfum. Við erum nýbúin að taka fyrir persónuverndarstefnu sem að var unnin alveg í þaula og nú erum við hér að taka til umfjöllunar stefnu bæjarins í skjalamálum sem auðvitað mjög þarft að sé til staðar. Þessi stefna í sjálfu sér ekki löng, hún hér á einu blaði og ég ætla að lesa þetta blað sem þá stefna Reykjanesbæjar í skjalamálum. Skjalastefna Reykjanesbæjar á að tryggja örugga meðferð og vörslu opinberra skjala með réttindi íbúanna, hag stjórnsýslunar og varðveislu sögu Reykjanesbæjar að leiðarljósi. Umfang stefnan tekur til allra skjala sem tengjast rekstri Reykjanesbæjar, stofnana og félaga í meirihluta eigu þess. Tilgangur og markmið. Tilgangur stefnunar að tryggja að þau skjöl sem berast eða mynduð eru hjá Reykjanesbæ séu aðgengileg og varðveitt á öruggan hátt í samræmi við lög og reglugerðir. Að unnið sé samkvæmt verklagsreglum Reykjanesbæjar í skjalastjórnum. Að regluleg kynning á lögum og reglum skjalastjórn fari fram. Og ábyrgðin, bæjarstjóri ber ábyrgð á skjalastjórn Reykjanesbæjar samkvæmt lögum opinber skjalasöfn nr. 77 frá 2014. Skjalastjóri hefur umsjón með skjalastjórn Reykjanesbæjar í umboði bæjarstjóra og framfylgir skjalastefnu. Hann ber ábyrgð á gerð verklagsreglna og í reglulegri endurskoðun þeirra og innleiðingu skjalastjórnunar. Sviðsstjórar tryggja að unnið sé í samræmi við samþykktar verklagsreglur í skjalastjórn. Forstöðumenn bera ábyrgð á skjalastjórnun sinna stofnana og að unnið sé í samræmi við samþykktar verklagsreglur í skjalastjórn. Tölvudeild tryggir rekstur skjalakerfa í samráði við skjalastjóra og starfsmenn bera ábyrgð á þeim skjölum sem þeir búa til, taka á móti og nota við vinnu sína með einum eða öðrum hætti í samræmi við verklagsreglur skjalastjórn. Síðan hér meðfylgjandi handbókum skjalavörslu eða þessar verklagsreglur sem ætlað að fara eftir og mig langar aðeins að lesa hér úr inngangi sem nokkra línur þar sem stendur: verklagsreglur skjalastjórnun taka til meðferðar á vistunar skjala sem myndast vegna starfsemi Reykjanesbæjar. Með skjalastjórnun á kerfisbundinn hátt höfð stjórn á þeim skráðu upplýsingum sem verða til og hafa gildi fyrir rekstur sveitarfélagsins. Handbók þessari ætlað að varpa ljósi á verklagsreglur skjalavörslu og notkun á mála og skjalastjórnunarkerfi Reykjanesbæjar. Handbókin inniheldur verklagsreglur sem og leiðbeiningar meðferð skjala og mála. Handbókin ætlað að vera einfalt uppflettirit sem starfsmenn geta stuðst við í daglegri vinnu sinni. Einnig verður gerð grein fyrir lagaákvæðum sem gilda skjalavörslu, opinberra stofnana og grunnatriðum í skjalavörslu og skjalastjórnun. Þetta merkilegt plagg og nauðsynlegt að við séum að meðhöndla skjöl eins og við eigum að gera samkvæmt lögum, en ekki síður að við séum að varðveita þau skjöl sem að hafa sögulegt gildi fyrir sveitarfélagið bæði í fortíð og framtíð. En orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að tjá sig þessa skjalastjórnunarstefnu sem hér liggur fyrir. Og eins og með ársreikninginn þá leggur forseti til að umræða þessa stefnu
Seinni umræða farið fram á bæjarstjórnarfundinum 8. maí. Þeir sem samþykkja það eru bennunum geðmerki. Það er samþykkt 11:0 og þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengið frá fundargerð. Forseti, fundargerð 542. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 17. apríl kl. 5. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og forseti var Guðbrandur Einarsson. Í upphafi fundar var Árna Sigfússyni þakkað fyrir að sitja sem 300. fund bæjarstjórnar. Fyrsta mál á dagskrá er fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. apríl 2018. Forseti gaf orðið laust til málstóku Guðný Birna Guðmundsdóttir, Baldur Guðmundsson, Kjartan Már Kjartansson, Friðjón Einarsson og Kristinn Þór Jakobsson. Fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. apríl 2018. Forseti gaf orðið laust til málstóku Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Kristinn Þór Jakobsson, Baldur Þór Guðmundsson og Gunnar Þórarinsson. 7. liður í fundargerðinni, Grænlandsbraut 603 til 607, uppskipting á lóð, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 9. liður í fundargerðinni, Bóatröð 10, fyrirspurnum viðbyggingu, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 10. liður í fundargerðinni, Dalsbraut 1 og 2, breyting á deiluskipulagi, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11:0. 11. liður í fundargerðinni, Sjávargata 6, fyrirspurnum stækkun, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 12. liður í fundargerðinni, Hátún 26, breyting á bílskur, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11:0. 14. liður í fundargerðinni, Seljadalur 40, fyrirspurnum viðbyggingu, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11:0. 15. liður í fundargerðinni, Tjarnarbraut 10, breyting á deiluskipulagi, var tekið sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11:0.
16. liður í fundargerðinni Pósthússtræti 5-9 minni háttar breyting á aðalskipulagi var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 10-0. Gunnar Þórarinsson situr hjá við afgreiðslu málsins. 17. liður í fundargerðinni Stapabraut 1 minni háttar breyting á aðalskipulagi var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11-0. 18. liður í fundargerðinni Stapabraut 1 breyting á deiliskipulagi var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11-0. 19. liður í fundargerðinni Hafnargata 56 deiliskipulagstillaga var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykkt 11-0. 21. liður í fundargerðinni deiliskipulag við Gunnuhver var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11-0. 22. liður í fundargerðinni deiliskipulagsbreyting Reykjanesvirkjun var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11-0. 23. liður í fundargerðinni Hafnavegur umsókn framkvæmdaleyfi var tekin sérstaklega til afgreiðslu og var samþykktur 11-0. 24. liður í fundargerðinni Vesturbraut 6 fyrirspurn var tekin sérstaklega til afgreiðslu og samþykktur 11-0. Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti. 3. mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 3. apríl 2018. Forseti gaf orðið laust, fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu. 4. mál, fundargerð barnaverndarnefndar 7. apríl 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðina, fundargerðin lögð fram án umræðu. 5. mál, fundargerð menningarráðs frá 12. apríl 2018. Forseti gaf orðið laust, fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu. 7. mál, fundargerð fræðsluráðs 11. apríl 2018. Forseti gaf orðið laust til máls tók Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Gert var fundarhlé klukkan 17:50. Fundur hófst aftur klukkan 17:55. 7. mál, ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnun hans 2017 fyrir umræða. Forseti gaf Kjartani Má Kjartanssyni orðið, fór hann yfir ársreikningi Reykjanesbæjar stofnun hans. Forseti gaf orðið laust til máls tók Árni Sigfússon og Guðbrandur Einarsson. Samþykkt 11-0 að vísa ársreikningi til síðari umræðu 8. maí næstkomandi. 8. mál, verklagsreglur og stefna verk Reykjanesbæjar í skjalamáli fyrir umræða. Forseti gaf orðið laust til máls tók Guðbrandur Einarsson. Samþykkt að vísa stefnu til síðari umræðu þann 8. maí næstkomandi. Fleiri ekki gert. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru bænir með geðmerki. Hún er samþykkt 11-0. Fundargerðin verður því undirrituð 540. á öðrum fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.